Þá komið þið sæl og blessuð. Ég var út að ganga daginn þegar ég fór að velta fyrir mér að það færi frekar lítil umræða húsnæðismál þessa dagana og mér fannst það sæta furðu því þegar við gengum til kosninga mánaðamótin nóvember-desember þá voru húsnæðismálin jú eitt helsta kosningamálið, það var stórt umræðefni og ég fór að velta fyrir mér hvort það væri að skapast eitthvað svona þegjandi samkomulag að við værum bara sátt við það að efnahagur foreldra væri stór og þýðingamikil breyta í því hvaða ungt fólk fær húsnæði í framtíðinni og hvað ekki, þá til eignar meina ég. Við þurfum ekki öll að eiga húsnæði og það væri allt í lagi ef við ættum ekki húsnæði að það væri sæmilega burður leigumarkaður en svo enn og heldur betur ekki og þar skilst manni að verðið sé enn að þjóta upp oft fyrir lítil gæði. Þannig að til að ræða þessar spurningar og vonandi fá einhver svör eru hingað komnir að rauða borðinu tveir góðir gestir, Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtakanna og vinsalæsti borgarfulltrúin, Sanna Magdalena Mörtudóttir hjá sósíalistum. Þið eru bæði sósíalistar og voruð bæði í 8 sætum fyrir síðustu kosningar. Verið velkomin. Takk fyrir. Sko, kannski rétt áður en við förum í þetta, Seðlabankinn var í morgun að lækka vexti pínlítið, fá bara svona viðbrögð ykkar á það við byrjum að þér Sanna. Já, það hefur auðvitað svona verið beðið lengi eftir þessum fundi og hvað kom út úr honum og auðvitað svona narratífan kannski svo að þetta hljóta að vera jákvætt og allt verið betra en svo sjáum við að það ýmsu haldið fram hvernig breytingar í efnahagsstjórnun muni leiða til breytinga fyrir í rauninni þau sem að mest þurfa á því að halda en það ekki alltaf niðurstaðan. Þannig að maður þarf alveg að rýna vel í bara hvað þýðir þetta nákvæmlega fyrir fólkið í landinu, hvernig áhrif muni þetta hafa á fólkið í landinu og það alveg ýmislegt sem þarf að taka tillit til og skoða og rýna í það og sjá bara hvernig þetta muni koma nákvæmlega út fyrir mismunandi þjóðfélagshópa því það eru fleiri þættir sem að spila inn í, sem að skipta máli, sem ég einmitt vissum að Guðmundur Hrafn hefur svona kannski rýnt nánari út frá svona þeim hópi sem hann mest að tala fyrir og berjast fyrir. En svona sviðsmyndin óbreyttir vextir gagnvart því að þeir lækkuðu 0,25%, þitt take á það? Já, ég meina manni finnst þetta allt frekar sérstakt sko. Manni líður ekki eins og það sé verið að vinna fyrir almenning í landinu. Þú veist bara hvernig þetta hefur allt verið í rauninni á síðustu mánuðum og síðustu árum. Sko, hefur viljað svo meiri lækkun? Já, að það sé einhvern veginn almenningur sem sé látin borga brúsan í formi vaxta eða gjalda eða gjaldtöku. Þannig að mann líður eins og sé ekki alltaf svona hljóðmynd sem farið saman hver að bera byrðirnar. Einmitt. Getur stýrivaxtalækkun haft neikvæð áhrif á leigumarkaðinn? Já, hún hefur haft það alveg frá því ég hef skoðað þetta tíman sko frá hruni 2011 reyndar svona elstu tölur sem til leigumarkaðinn. Það sjáum við það er sterk fylgni á milli stýrivaxtalækkana og aukinar hækku húsaleigu. Þetta vegna þess að lækkun stýrivaxta, hún hjálpar eingöngu þeim sem hafa annað borð möguleika að komast í eigið húsnæði, eru gjaldgengi til húsnæðislána og eiga fyrir útborgun og þess háttar. Svo náttúrulega hjálpar þetta verktökunum. Við erum náttúrulega með kerfisvanda sem að þetta snertir ekkert. Það er að segja að við erum með einokun á bygginga og húsnæðismarkaði sem að stýrivaxtalækkun, hún breytir því ekkert. Það er að segja þessi markaðsöflin sem að ráða ferðina á húsnæðismarkaðnum, þau fara ekkert að hegða sér öðruvísi þó að stýrivexti lækki 0,25%. Þau herða bara tökin á húsnæðismarkaðnum með því að hugsanlega bara er þetta hefur gott fyrir slíka aðila vegna þess að það lækka fjármagnskostnaðar hjá þeim. Það er engin hvati til þess að auka framleiðslu til þess að koma á jafnvægi vegna þess að það ójafnvægið veldur því að skapar hann mikla auð. Þannig að stýrivaxtalækkanir og þessar miklu stýrivaxtalækkanir sem hófust þarna í kringum 2015 og enduðu í 2021 að húsaleiga hækkaði með miklu meira allan þann tíma heldur hann hafi nokkuð tíma gert áður og og úr algjöru samhengi við allar aðrar hagstærðir. Þannig að stýrivaxtalækkanir hafa ekki góð áhrif á leigumarkaðinn. Það er alltaf verið að segja við okkur að leigumarkaðurinn sé háður stöðu stýrivaxta. Hann er það ekki. Það er alveg sama hvað sagt að hafi áhrif á húsaleigu
og hvernig leiguverðið það eru engar hagstærðir sem að hægt að miða húsaleigun við, hún stjórnlaus og hún rauninni bara miðast við eiginlega bara svona hálfgert siðferði og bara hversu mikla sjálftöku leigusalinn ætlar að stunda. Já, þessi markaður í höndum trölla. Já, það bara kúreka menning hérna úti. Já, miskunnulaus. Já, áhugavert. Sko, hérna, þið heyrðum í eingangnum ræða þessa tilfinningu sem ég með að við séum ekki að ræða húsnæðismál sem skildi. Það sem hefur breyst hjá þér síðan í kosningunum að þú ert komin í borgar meirihluta og þar komin með embætti. Geturðu sagt okkur hvort einhverjir góðir hlutir hafi gerst í húsnæðismálum síðan við gengum til þingkosninga mánaðamótin nóvember, desember? Sko húsnæðismál, þetta auðvitað eitt af mikilvægasta sem við verðum að einblína á. Þetta auðvitað grunnurinn bara að allri annarri velferð og því að við getum fungerað í samfélaginu að húsnæðismálin verða að vera í lagi. Við vitum það að ef þú hefur ekki öruggt húsnæði þá lítið annað sem öruggt í þínu lífi og þú getur ekkert byggt góðan grunn á því og við vitum einmitt bara hvernig staðan og það kemur alltaf óvart að hafa ekki verið talað meira þessa hluti af því að þetta svo rosalega bara stórt mál í lífi margra og hefur áhrif bara á, framtíða kynslóður, hvernig þú elst upp og ef þú ert alltaf flakki að því að mitt leigu verða svo hátt. Þannig að mér finnst við eigum að tala meira þetta og síðan að sósíalistar fóru í þetta samstarf meirihlutan og þá hefur verið uppfærð húsnæðisáætlun þar sem við erum að skerpa á því að 35% nýrra íbúða eigi að vera óhagnaðardrifin. Þetta var alltaf svona óskýrt, það var talað 35% verði óhagnaðardrifið, vistvænt jafnvel og maður spyr sér ok, þó eitthvað sé kannski vistvænt, það þá líka alltaf óhagnaðardrifið eða félagslegum forsendum, þannig þetta alveg skýrt núna, við erum að tala 35% nýrra íbúða, það markmið að það verði óhagnaðardrifið, af því það rosalega mikilvægt að einblína á það og einmitt einblína á stöðu leigjenda og að byggja svona borgina út frá þeim sem að einmitt skoða í rauninni fókusa á það hópa sem þurfa mestan stuðning á að halda, þurfa í rauninni húsnæði og réttlátt húsnæðiskerfi og réttlátan húsnæðismarkað. Við hefum líka þar sem að sósíalistar settu áherslu á var að fjölga félagslegum íbúðum, leiguíbúðum á vegum Reykjavíkurborgar að því okkur finnst mjög mikilvægt að sveitarfélagið sé sjálft í því að byggja eða kaupa húsnæði en það auðvitað ýmislegt sem að þarf að rýna þar í varðandi bara hvernig það verið gert hvernig það sé að þetta fjölga þeim íbúðum. Þú vilt auka miðlæg áhrif hins opinbera í þessum viðbröðum? Eða bara að þið opinbera taki stærri skref í húsnæðis uppbyggingu, í húsnæðismálum, í útvegun húsnæðis og það bara fullkomlega eðlilegt eins og við sjáum í borgum í kringum okkur og við höfum að tala Vínaborg, þar sveitafélagið bara með aðkomu að því að útvega húsnæði fyrir sína íbúa. Og svo líka auki samstarfi verkalýðshreyfinguna. Það sem sagt að eiga sér stað núna með þessum nýja meirihluta. Það sem sagt auki samstarf og vera að skoða bara hvernig hægt að vinna meira með verkalýðsfélögunum, hvernig hægt að skoða jafnvel með aðkomu lífeyrissjóðana að uppbyggingu, af því þetta þetta bara allra mikilvægasta og við höfum kannski ekkert það langan tíma núna, sveitarstjórnarkosningar eftir sirka ár, en með þessu þá maður auðvitað vonast til þess að sé þetta stíga skref og festa ákveðið svona verklag í uppbyggingu, þar sem það bara eðlilegt að vinna meira með verkalýðshreyfingunni í uppbyggingu, þar sem það eðlilegt að borgin sé að leita allra leiða til að fjölga félagslegu leiguhúsnæði og passa með þetta sé bara góðar vandaðar íbúðir á viðráðanlegu verði. Þannig að þetta það sem sósíalistar lögðu mjög mikla áherslu á. Já. Ég nefndi áðan að tilfinning mín væri svo og þá get ég borið saman marga áratugi aftur í tíman því ég svo gamall en ég nefndi að tilfinning mín væri svo að við værum að sætta okkur betur við að bara sumir myndu eignast húsnæði og við værum að sætta okkur við þá hugmynd að það myndi velta á efnahag foreldra þegar kemur að ungu fólki og eignar húsnæði sem kannski þá í fyrsta skipti á minni ævi
ef rétt Ertu með einhverja tilfinningu fyrir því hvort þannig ég að tala bara eitthvað út í loftið eða hvort það eitthvað að breytast í svona jafnaðar hugsjón Íslendinga? Ég held að sé kannski svona 2 skoðanir sem takist á. Ég held að sé alveg ákveðin hópur sem einhvern veginn hugsi bara svona þetta og svona mun þetta alltaf vera og svona hefur þetta alltaf verið. Þú verður einhvern veginn bara að eiga ríka foreldra til að komast inn á annan markað og við vitum að staðan þannig í dag. En ég held að sé orðin meiri svona umræða það að þetta ástand sé ekki eðlilegt, að það sé bara ekki eðlilegt einmitt að maður verði að eiga ríka foreldra til að komast inn á húsnæðismarkaðinn og jafnvel meiri umræð það bara byrju hvað fólk sem maður kannski vill eiga. Þú veist, þessi séreignarstefna hefur verið ráðandi svo lengi á Íslandi að mér finnst vera meiri umræð það bara byrju ef að leigumarkaðurinn væri eðlilegur, að þá væri bara eðlilegt að leigja húsnæði. Þannig ég held að þetta sé alltaf svona tvískipt. Já, Guðmundur Hrafn, ég vitna stundum til könnunar sem að mældi það alþjóðleg könnun fyrir nokkrum árum að Íslendingar væru á pari með Rússum þegar kemur að trú okkar á það að tengsl umfram annað skapi okkur framgang og lífsviðurværi í framtíðinni. Og ég heyri stundum á ungu fólki, bara krökkum undir 20, að þau að tala tengsl og klíkur og hvernig þau geti komist inn í þessa hópa til þess að auka líkurnar meðal annars á að fá þak yfir höfuðið. Já, ég nú 5 barna faðir og búin að eiga á 3 krakkar sem unglingar eru að komast á fullorðinsár. Þannig ég þekki náttúrulega þessa stemningu, þannig fyrir flest barnafólk svona allan í minni stöðu, þá höfum við ekki nokkra einstu möguleika að aðstoða krakkan okkur inn á séreignamarkaðinn. Og ég veit bara það að sonur minn og svona hóparnir í kringum hann, þeir spá mikið í þessu, bara hvernig eigum við að geta komið okkur úr foreldrahúsum á okkur skikkalugum tíma á æviskeiðinu og þá mikið rætt bara að menn verða hreinlega bara að gangi það að stofna byggingaverktakafyrirtæki, gerast verktakar og fara bara að leysa málin sjálfur vegna þess að það er engin möguleiki að komast inn á séreignamarkaðinn ef þú átt ekki efnaða foreldra sem geta tekið lán og svona út á skuldlausar eignir. Þannig að staða ótrúlega margra mjög slæm og þetta eins og Sanna benti réttilega, þetta svo hættulegt fyrir félagslega þróun að því að svona efnahagsleg staða fólks svo mikið grundvöllur fyrir allri annarri velferð. Við getum eiginlega rauninni sagt að peningarnir sem við eyðum í annars konar velferð með því að vera að taka móti einstaklingar á hinum endanum með alls konar sálfræði aðstoð og félagslega aðstoð og alls konar bætur og svona tilvísanir inn í kerfinu. Það ótrúlega kostnaðarsamt. En með því að skapa húsnæðisöryggi, þá að tala húsnæðisöryggi sem ekki endilega þannig að allir eigi sitt heimili vegna þess að sem vilja það ekki, þó að það sé nú reynda þannig, ég verður benda kannski líka á það vegna þess að þetta ekki eitthvað sem bara svona gera svona í bláin. Við erum átt okkur á því að það kannski hátt í 1000 manns að vinna við að spá í húsnæðismálinu í Íslandi 5 daga vikunar, 52 vikur á ári og þannig að þetta gerist ekkert óvart. OECD gaf út skýrslu þar sem hún endurtók hvatningu sína til allra aðildarríkja að tryggja það að það sé stór hópur á leigumarkaði vegna þess að það nauðsynlegt að vera með færanlegt vinnuafl. Þannig að það undir niðri stefna að skapa húsnæðisóöryggi fyrir stóran hópa fólki vegna þess að fólk sem býr við húsnæðisöryggi miklu ólíklegra til að færa sig set ef að nýtt álver á Reyðarfirði þarf á því að halda. Og þetta bara í skýrslu OECD, step by step, Building Policies for the 21st Century heitir þetta. Þetta fá aðildarríkin og það bara að tala þetta. Residential mobility. En þetta þarf ekki að vera svona, ef við værum bara með sæmilega vel uppbyggt félagslega reiki húsnæðiskerfi bara allt land. Þetta þarf ekki að vera markaðsvara sem á að gefa fólki kost á að auðgast gríðarlega. Hún sagði það húsnæðisborgarstjóri Vínarborgar og það stendur á heimasíðu Vínarborgar að húsnæði í þeirra augum vegna þess að húsnæði hefur verið fyrir utan markaðslögmál í Vínarborg eiginlega í næstum heila öld.
alveg sama hvaða stjórnvöld hafa verið og ráði Vínarborg vegna þess að húsnæði er ekki markaðsvara og hegðar sér ekki eins og vatn í krannum. Nei, þetta bara hegðar sér ekki eins og markaðsvara af því að skortur húsnæði leiðir ekki til aukinnar framleiðslu heldur eingöngu til hækkaðs verðs og þetta sama sagan alltaf þannig við verðum að tryggja það sé önnur lögmál en á byggingamarkaði við höfðum hérna framundur aldamót 3 aðilar stóra inn á byggingamarkaði það voru sveitafélögin, voru samvinnufélögin og svo voru einkaaðilar, sirka með 3 hver nú eru einkaaðilar með 97,3% af markaðnum Það þetta gat. Þetta er kerfislægur vandi, þetta ekki vandi sem að sprettur upp einhvern veginn núna í dag eða að gerast í kringum einhverja vaxtahækkanir eða komu fleiri túristar til, þetta kerfislegt. Þetta ekki tíðarendin sem að einhvern veginn afhjúpar óvart eitthvað sem gerðist svona allt í einu. Nei. Svona, meðvitið ákvörðun markaðsvæðingar húsnæðis. Já, hún leiðir þetta af sér. Og af því að þú ert svo mikið búin að vera í velferðarmálunum eiginlega allan þinn pólitíska feril, er ekki rétt hjá mér? Get ekki sagt það. Er þá mjög sterk fylgni á milli þeirra sem eru í fjárhagslegum vandræðum og leita til þín og þess að þeir eigi ekki þakk yfir höfuðið? Já. Ég fæ mjög mörg símtöl varðandi bara að fólk að missa húsnæði sitt, manneskjur að reyna að sækja félagslega húsnæði en komast ekki á lista þrátt fyrir að vera í mjög erfiðri stöðu, eru jafnvel kannski búin að vera á biðlista einhver tíma en fá bréf þess efni sem þau uppfylli ekki lengur skilyrði þrátt fyrir að mjög lítið hafi breyst í þeirri stöðu þannig að bara flest allt sem að fólk leitar til mín með varðar húsnæði það fólk sem að fullorðið fólk sem að býr inni á fjölskyldu meðlimum í bara óviðandi aðstæðum að flakka á milli býr einhvern veginn bara í töskunni sinni eða að flakka á milli með dótið sitt og bara svona hvað verður mig, hvað á ég að gera, hvert á ég að leita, hvað get ég gert og þetta eitthvað sem að þarf að sveitafélög þurfa að standa sér betri í og velferðaráð sem ég í og að skoða bara þessar reglur, bara erum við að ná utanum og ná til fólksins sem við eigum að vera að vinna fyrir af því að við erum með ákveðin svona skilyrði hvað þú þurfur að uppfylla til þess að geta sótt húsnæði til að byrja með svo kannski á þessum biðlista heil lengi þannig að það rosa svona mikil áhersla hjá okkur sósíalistum að einmitt fjölga félagslegu leiguhúsnæði en ég vil líka nefna að það ekki nóg að fjölga óhagnaðardrifnu og félagslegu það þarf líka þetta hinum einn frá að vinna gegn glóðabraskinu af því að ef við ætlum ekki að takla það þá bara höldum við áfram með eitthvað kerfi þar sem að aðilar komast upp með að græða sem mest á uppbyggingu á kostnað þeirra sem að þurfa á íbúðunum á að halda og þetta eitt sem í samstarfssáttmála að vinna markviss gegn glóðabraski og þar erum við að einblína á einmitt þessar svona tímabundnu uppbyggingarheimildir þannig að borgin geta haft meira það að segja ef að það ekki hafin uppbygging innan einhvers ákveðins tíma þetta sem komið í skipulagslög apríl síðasta ári og það þarf bara að útfæra þetta hjá borginni og líka svona einhvern veginn hvernig getum við takmarka þessa endursölu lóða þannig að lóðir sé ekki endalaust að ganga kaupum og sölum þar sem að þetta bitna bara á íbúðunum síðan seinna meir þegar að uppbygging loksins hefst þetta bitnar á okkur öll þessi þróun ef hún fær að grassera áfram og mér þú nefnir þetta því að þetta var eitt af því sem að vakti viðbjóð í hjörtum okkar kjósenda fyrir síðustu kosningar og þetta náttúrulega svolítið eins og að ríka fólki sé að kaupa upp allt vatnið ef við höldum áfram að líkja húsnæði bara við vatn, neysluvatn sem við sannlega þurfum til þess að lifa að það voru mjög ábyrjandi fyrir svona hálfa ári fréttir þetta brask sem þú ert að nefna að fáir aðalar var að kaupa húsnæði til þess að græða á því og taka þá resursana frá öðru fólki hefur ykkur orðið eitthvað ágengt þú segir að þetta það sem þið eruð að gera og þið eru að horfa til framtíðar en eru einhver svona teikn á lofti það
að þetta sé eitthvað að verða geðfeldara? Svo núna þetta hjá umhverfis- og skipulagsráði sem bara að skoða bara hvernig setjum við þetta inn í samninga, bara hvernig útfærum við það og það bara áherslu atriði og ég bara býð spennt eftir að geta kynnti að það verður tilbúið útfært og geta bara talað það vonandi hér. En ég glemdi líka að nefna áðan því þú varst að tala hvort það hefði orðið einhver breyting frá því að alþingiskosningarnar voru. Ég bind bara mikla vonu við það því að borgin leggur áherslu á það og ég vona bara að það sé sömulegis hjá ríkisstjórninni með Airbnb íbúðirnar og þessar svona tómu íbúðir og skoða bara við erum íbúðir sem voru byggðar upp fyrir almenning sem að býra þarna, af hverju eru þær allar að fara í eitthvað annað, þannig að ég vona það sé líka eitthvað sem að við getum náð árangri með. Maður sér að Íslendingar eru ekki alveg á pari við sumar nágrannaþjóðir okkar í Evrópu. Það svona meiri siðvitund leyfið mér að fullir það gagnvart því að þú sért að svindla á húsnæði með því að í þessu Airbnb, það eins og svolítið eins og hér bara ef þú getur grætt að þið, gerðu það. Er það sammála því? Já, við búum í rauninni að mörgu leyti við svona öfug alræði. Það eru peningaöflir sem að stjórna okkar sameiginlegu stofnunum. Þannig að við komumst aldrei áleiðis með þessar stefnumarkandi aðgerðir sem eiga að breyta kerfinu eins og það sem að vinnur á móti almenningi. Vegna þess að peningaöflin hafa svo mikið vald. Við sjáum það að peningaöflin standa í vegi fyrir því að það sé farið fram hérna venjuleg eða minnst uppbygging á húsnæði sem að svara þörfum íbúana. Vegna þess að þau græða á því að skapa skort og þá geta stjórnvöld ekki gripið inn í sveitarfélagið, Reykjavíkurborg eða sveitarfélagið höfuðborgarsvæðinu geta ekki gripið inn í og gert þetta bara sjálf. Þau geta það ekki og eða bara hreinlega hefur meinað að gera það. Við höfum hort upp á þetta, þessa fjárfestar sem teljandi á fingrum handana sem hafa keypt upp flesta þéttingareiti í borginni vegna þess að vita það og borgin gaf það bara út 2014-15 að það yrði hvergi byggt í Reykjavíkurborg nema þéttingareitum næstu áratugina. Og þá sjá náttúrulega menn sem að spá í Excel-skjölinu á hverjum einasta degi og að reyna ávaxta bundir sitt, þeir vita hvað framundan. Og þá bara fara þeir að sanga til sín lóðum, hægja á uppbyggingunni til að skapa ennþá meiri skort, til þess að hækka húsnæðisverðið ennþá frekar. Það þetta sem að gerast, þannig að það engin teikn það, nema við stöndum að almennilega kerfisbreytingu, að við náum þessi gegn, vegna þess að svona smáskamtalækningar eins og Airbnb, þetta mjög mikilvægt, bara sem prinsipmál að ná í þessar 1000 íbúðir hérna í Reykjavík sem eiga ekki vera inn á Airbnb og ég nokkuð viss það að eftir að umræðan hófst svona hávar þetta fyrir svona 1,5–2 ára síðan, þá hefur dregið úr þessum ólöglegu íbúðum inn á Airbnb. En það bara heilminguna þess konar vandamáli vegna þess að flestar íbúðurnar eru þó innan rekstrarleyfis 2 sem að í fjölbýlishúsunum sem voru kynnt á glærusýningum í Ráðhúsinu misseri eftir misseri uppbyggingar verkefnin í Stórholti og vestur í Bæ og meðfram öllum umferðarjáunum. Megnið af þessum íbúðum voru keyptar upp af fyrirtækjum sem eru með þetta í svona íbúða hótelgistingum. Þannig að það stærra vandamál en Airbnb. Og það bara vandamál. Ég skil ekki hvernig Reykjavíkurborg hefur geta farið á svig við skipulagslög og byggingarreglugerðir og veitar hennilega rekstrarleyfi fyrir svona starfsemi í íbúðarhúsnæði og í íbúðarhúsnæði sem búin að segja af almenning, þetta að koma inn á markaðinn, það að koma 120 íbúðir eitthvað í Stórholtinu, gjöru svo vel, þetta likar, en svo kemur eitt fjárfestur og kaupir bara 75 af þið. Er þessum tíma lokið svona? Ég held þetta sé að við þurfum að stoppa að svona geti gerst, en við þurfum líka einhvern veginn að finna leið til að vinda ofan að því sem að geti gerst. Og það ekkert, það ekkert eitthvað sem bara gerir yfir nóttu. Ég með að velta fyrir mig, hver þessi kerfisbreyting sem þú ræðir að þurfa að verða? Við þurfum bara að vera með eins og alla síðustu öld á stærstu uppbyggingarskeiði Reykjavíkurborgar, að því að stærstu uppbyggingarskeiði Reykjavíkurborgar var frá 1960 til 1974, langstærsta. Við vorum heilmikið færri íbúar, voru byggðar jafn margar íbúðir, actually. Þannig að raunin framleiðslan heilmikið meiri. Þá voru þessi kraftar inn á byggingamarkanum. Af því að þá rauninni samkeppni. Það sveitarfélög, það eru óhagnaðardrifin samvinnufélög.
óhagnaðardrifin félög segja okkur ekki neitt. Alma leigufélag er óhagnaðardrifið. Skilar eiginlega aldrei neinum hagnaði vegna þess að þeir skulda móðurfélaginu sínu svo mikla fjárhæðir að þeir sína aldrei einn hagnað. Það er ekkert mál að reka heimavellir eftir að fengu íbúðirnar og íbúðarlánsjóði voru óhagnaðardrifið leigufélag fyrstu 4 árin. Þeir voru bara með félög við hliðina sem rukkuðu þjónustu gjöld innan úr leigufélaginu. Þannig að leigufélagi skila aldrei hagnaði. Þannig að óhagnaðardrifið, ef það er ekki búið að skilgreina hvað það er, það hefur enga þýðingu. Af því að flest félög kalla sig óhagnaðardrifin. Þú taka bara arðin út á öðrum stöðum. Við þurfum að vera með svona samvinnufélög. Samvinnufélagin byggðu heilmikil fleiri íbúðir til dæmis heldur en verkamannabústaðakerfinu. Heilmikil fleiri. Síðast af samvinnufélagsverkefnið voru blokkjur út að Granda sem á byggingafélag unga fólksins byggði aldamótin. Voru 20.000 íbúðir hérna á höfuðborgarsvæðinu byggðar í svona kerfi. Á meðan það voru bara rétt 11.000 verkamannabústaðar íbúðir. Þannig við þurfum að vera með kerfi þar sem við erum með sveitafélögin sterk og það er engin skömm að því að sveitafélögin fari og byggi húsnæði. Það gera þetta öll sveitafélög meira og minna alla Evrópu. Það er búið að svona demonisera það að búa í félagsleg húsnæði vegna þess að undanfarin 20-30 ár, eða svona 30 ár, hefur félagslegt húsnæði verið byggt þannig að standi eins og minnisvarði fátækt þeirra sem að búa þar. Í Grafarholti til dæmis, það eru öll íbúðarhúsnin 3 hæðir. Nema félagslegu blokkinnar, það eru 8. Það eru ekki með almennlegum svölum. Og það standa svona svo turnar sem minnisvarðar og vitar og áminningum fátækt og jaðarsetningu sem þeirra sem þar búa. Þannig hafa sveitafélögin verið að sinna þessu hlutverki sínu með uppbyggingu á félagslegu húsnæði, menn þeir láta fólk vita það. Það er óæskilegt að búa þarna. Þetta á ekki vera þannig. Það á bara að vera 3/4 af öllu húsnæði að vera félagslega rekið, algjörlega félagslega rekið, þar sem að eina markmiðið er að leigan endurspegli raunverulegan byggingakostnað að vera að borga hann niður á einhverjum áratugum. Ekkert annað. Þín sjónarmið í þessu? Já, við þurfum einmitt óhagnaðardrifið á félagslegum forsendum og sko gott húsnæði, öllum hverfum, ekki að það sé eitthvað svona, skapist eitthvað svona Getto. Þú veist, mér finnst sko, ég vil frekar sko þetta hinum megin frá, þú veist, ég vil ekki hverfi þar sem það bara ríkt fólk býr þar, að því mér er svo oft fókusinn sko þegar við tölum félagslega blöndun, það finnst mér oft vera fókus settur á að það megi ekki of margt fátækt fólk búa saman í sama hverfi. Ég vil sko þetta hinum megin frá og bara við eigum ekki að vera með hverfi þar sem einungis ríkt fólk býr, þú veist, það er ekki góð hverfi þar sem að þú ert bara með fólk í kringum þig sem að hefur það rosalega gott fjárhagslega, því að mér finnst aldrei leiðilegt hvernig fókusin er kannski settur á bara hefur verið hjá hinu opinbera þó sé þetta mikilvægt að tala að þú veist að sé alls konar tekjuhópar í öllum hverfum, þá finnst mér svona leiðilegt hvernig fókusin er oft settur á fátækasta fólkið, að það sé einhvern veginn slæmt ef að fátækt fólk búið saman á sama stað. Það þarf að vera bara gott húsnæði, það þarf að vera flott húsnæði, það þarf að vera, þú veist, með öllu sem að telst bara eðlilegt í húsnæði og bara fallega byggingar með svölum, nógu stórar byggingar, með geymslu, bara þú veist, við eigum allir rétt á því, en mér finnst samt athyglisvert. Það er aldrei að tala sko skort á félagslegri blöndun þegar við erum með fullt af íbúðum sem að, þú veist, bara ríkasta fólki kaupir. Af hverju sá stimpill aldrei settir? Nákvæmlega, hvað er allt félagslega blöndunin þar? Þannig ég vildi bara nefna þetta er svona umræðan sem er almennt úti í samfélaginu finnst mér, að félagsleg blöndun er alltaf beitt í rauninni gagnvart þessum fátæku og það er, þú veist, bara það er, ég veit ekki hvort það sé búið að breyta en það er alltaf þau sömu dúkarnir hjá félagsbústöðum að kannast við þess að draflutu dúka, sko, þú veist Ég er fundist þetta með mjög skrítið, sko, þessi aðferð hjá Reykjavíkurborg með því að, sko, vera að tala við ætlum að tryggja félagslega blöndun, þess vegna getum við ekki byggt sjálf, þess vegna verðum við að kaupa bara á markaði í staðinn fyrir að byggja sjálf íbúðarhúsnæði í gegnum eigin byggingafélag eða bjóða út á evrópska efnahagsvæðinu og selja þá bara 80% íbúðan halda 20 eftir og veist, af hverju þurfa Reykjavíkurborg að fara og á Bíðilsbjörgssonum til einhverja verktaka og segir, viltu selja mér þessa, ég ætla að fá að kaupa eina íbúð í þessari blokk hérna. Reykjavíkurborg byggir bara íbúðin alla blokkina
og selur það bara og hagnast á því og getur það bara rekið frekari uppbyggingu á þessu. Ég skil ekki þetta að vera eftirláta þessum ólígörkum og þessum fantakapitalistum Rányrkjukapitalistunum. Já, þetta gríðarlega mikilvæga grundvallar atriði okkar lífi, það að eiga heimili. Nei, og meir en að segja það vind og hana. Sláust Lee Cooper gallabuxurnar. Megið fara og business-tast með það. Látið húsnæði í friði. Þetta eitt af því sem ég að nefna, bara getum við bara skoða þetta sem að bara getur ekki félagsbústað bara byggt og ef við viljum ekki að það sé heil blokk þar sem að fólk í erfiðri stöðu sé saman, selja eitthvað út til að fjármagna frekar uppbyggingu, þetta bara eitt af því sem verður alveg að skoða bara hvort við getum gert þetta og mér finnst líka veitu hvað ætla ég að segja, já, þessi áhersla að félagsbústaðir hafa unnið út frá ákveðnu verklagi að það sé ákveðna margar íbúður og stigagangi sem sé félagslegar og auðvitað, bara í öllu, þá á alltaf að vera, finnst mér, mismunandi, tekjuhópar, mismunandi, félagslega bakgrunni og svo við fáum sem fjölbreyttis-hverfin, en má ekki endur samt þessi viðmið, mega kannski vera 2 íbúðir á stigagangi sem eru þá félagslegar, ég meina það getur líka verið styrkur því, bara talandi á reynslu, það erfitt að vera eina barnið á stigaganginum í félagslegri íbúð því allir vita þú og mammaðinn í félagsíbúðinni, skilur við, þannig að stundum hefur verið styrkur eða hefur verið önnur félagslega íbúð og líka það ekki, ég sé það ekki sem vandamál að fólk sem annars væri án húsnæðis, fái húsnæði. Það lítur alltaf að vera betra út af fólki húsnæði heldur en að sé að bíða biðlista. Og þegar að vera að tala kannski, það oft talað eitthvað svona vandi sem að myndist þegar að það sé ekki verið að dreifa fátæku fólki víða, að þá hlýtur vandinn að vera bara skortur á stuðningi því þó sér komin í húsnæði sem ódýrari leigu þá ertu kannski ennþá í bara viðkvæmri stöðu því þú ert öryrki eða fátækur eða eitthvað þannig að það ekki nóg að bara útvega húsnæði stundum þarf meira stuðning þannig ofta ef við verðum að sjá kannski eitthvað svona vandamál þá kannski sagt já að því að það eru svo margir sem að búa saman sem eru fátækir en vandamálega kannski að vantaði meira stuðning við þurfum alltaf að huga að þessari svona blöndun en við þurfum líka finnst mér að skoða bara svona fleiri þætti og hvaða hugsunarháttur eru ráðandi í því þegar við lítum á eitthvað sem vandamál. En myndur þú sjálf skilgreina þinn meiri hluta núna sem vinstri sinnaðan? Ég myndi gera það. Ég myndi segja að við séum með þessa félagslegu áherslur. Og er þetta sem þú ert að segja, á þetta sér mikinn hljómgrunn inn í meiri hlutunum? Eru þið öll svona að róa í sömu átt hvað þetta varðar að þínum mati? Sko ég veit að Píratar eru ekki í þessu vinstri hægri en ég myndi segja að þetta sé þessi félagshyggja sem við erum að einblína á. Við erum að einblína á hvað sameinar okkur í þessu að markaðurinn er ekki að koma með lausnirnar og við viljum byggja félagslegum grunni, já. Já. Sko það kemur stundum fólk til mín og segir mér að það búi við alveg ömurlegan kost bara því ég er blaðamaður og ég hef heyrt af 12 íbúðum í pínu lítilli íbúð og ég segi ég vil ekki bara koma við til nei, það skamma sín fyrir það og það er eingrún skömm og svona sömt sem bendir til þess að þetta gangi erfiðir og eitthvað svona sé að verða milli kynslóða er þetta eitthvað sem þér hefur fundist vera að færast í vöxt að fólk svona vilja ekki stíga fram já, að fólk skammi sín fyrir sinni félagslega stöðu og jafnvel að hún sé að erfast á milli kynslóða sko félagslega staða, hún erfist, það er staðreynd það er bara þannig og en mér finnst akkurat öfugt, mér finnst fólk meira að vera að stíga fram og segja bara að þetta er staða mín þú veist, þetta er ekki hægt og það sé einmitt svona að segja bara að þetta er ekki mér að kenna og mér finnst það bara mjög gott af því maður á ekkert að skamma sín fyrir eitthvað sem er ekki, þú veist, það er ekki fólk að kenna að það sé einhverju húsnæðis erfiðleikum. En það er gott að heyra að Já, en það er nefnilega akkur ekki fólkinu sjálf að kenna. Það eru sveitafélögin og ríkið, það er bara hvernig húsnæðisstefnu hefur verið hagað hérna undan fyrir svona 30-35 ár, er að það búið að koma í þetta fyrir að ef þú ert í félagslega húsnæði, þá hlýtur að vera í eitthvað svona gjörgjæsli á sveitafélaginu. Bara svona alveg bara á horriminni, það er eitthvað vandamælun á heimilinu, það er eitthvað svona tráma og það var, sko þetta er búið að gera svo mikið stigma í kringum þetta, vegna þess að þetta er svo fáar íbúðir, þetta er svo fáar fjölskyldur, fólk þarf eins og Sanna bendi hérna á, það þarf að uppfylla ákveðin kvarða í sko svona áföllum í lífinu bara til þess að vera gjaldgengt inn á biðlista. Það er ekkert land í Evrópu sem haga sér svona. Mér sem Margaret Thatcher sem ætlaði sér að ganga til milli
milli Póls og höfuð á félagslega húsnæðiskerfinu í Bretlandi, henni tókst ekki að setja félagslegt húsnæðiskerfi í Englandi niður í nema 16%. Við erum með sko í kringum 3,4% hérna á Íslandi. Þetta ótrúlegt. Já, þetta eru langlægsta talan held ég í öllum heiminum. Þess að Bandaríkjamenn eru með hérna tölvöld meira af svona project byggingum sem ég kannski ekki að mæla með. En hérna og þú varst að sýna mér hérna áður en við löpum inn í stúdíó eða sko bara litlar íbúðir konar á 400 skall í hérna á leigumarkaði og hérna og slegist þetta það eru svona cirka 5 fjölskyldur hverja lausa íbúð þannig að þú getur rétt ímyndaðir það var gerð frægar rannsókn á hérna með Coca-Cola flöskur. Það var að segja sko að hérna hvert verðmæti væri á Coca-Cola flöskum þegar það varu 5 einstaklingar 5 flöskur og þá var það bara mjög svona eðlilegt verð með allt annað en þegar þú tókst eina Coca-Cola flöskun í burtu þá hækkaði verðið á öllum Coca-Cola flöskunum svona endalaust í svona bara í einhverju svona hérna veldisfalli. Þannig að sko það það sem að býr þetta stóra vandamál til. Það það búið að búa til þennan svona skort. Var aðeins og kósi samband á milli fyrri stjórnvalda og verktakanna og hins einkarekna kerfis? Var þetta meðvitað eða var þetta slys? Nei, þetta meðvitað. Fyrsta kannski ástæðan fyrir því að fara út í þessa þéttingastefnu þessi hugmynd að vera með borgarlínu eða svona nýja hugsun, nýtt kerfi í almenningssamgöngum. Ég styð fullkomlega. Ég vann nú við almenningssamgöngur og skipulag þeirra í Kaupmannahöfn árabil, þannig ég bara styð það fullkomlega. En að skilir það alla uppbyggingu Reykjavíkurborg á þessum erfiður uppbyggingareitum sem eru bæði seinlegri til að byggja, þeir eru dýrari og og eru bara til dæmis bara gefa ekki kost á þeirri sjálfstjáningu og samfélagsuppbyggingu sem að svona fyrri ára uppbygging leiddi til. Þannig að ég held að þetta hafi verið vanhugsað. Hvernig átt að fara út í borgarlínu framkvæmdina og þéttinguna og skilir alla uppbyggingu Reykjavíkurborg á þessum tíma við þessa þéttingareiti en ef ekki að sinna rauninni þörfinni. Þetta rauninni bandamálið. Og það verður að byggja á nýjum svæðum. Það verður að gera það líka og það það sem við erum með í þessari yfirlýsingu að skoða Úlfarsárdal, Halla og Hamrahlíðarlönd, það verður að skoða líka ný svæði. Það til skipulag til dæmis fyrir Úlfarsárdal vegna þess að þegar ég var að vinna skipulagsmálum fyrir Reykjavíkurborg 2007-08 þá náði Úlfarsárdalur, það sem sagt eins og hann lítur út í dag, hann 1/3 af því skipulagi sem til. Það eru 2 svæði, nánast jafn stóra Úlfarsárdalurinn í dag, sem eru sem sagt austur af því sem byggt í dag og upp að Hafravatni. Þetta skipulagi til. En það var hætt við það snarlega þegar eftir hrunið þá var ákveðið vegna þess að þá var svo erfitt í Úlfarsárdal og þá voru byggingarsvæði í mörg ár, þá ákveðum við að við skulum bara hætta við restina, en þetta alveg til og auðvitað bara vera hægt og sígandi vera að byggja upp þessi hverfi og þá líka byggja upp þessi hverfi þannig að þau séu ekki bara einhverju hænsnabúr fyrir fólk sem eða einhverju svona geymslukassar eða svefnbox fyrir fólk sem fer niður í bæ á morgnana. Þá búa til samfélög þarna og það það sem borgin hefur líka vanrækt að það að tryggja það að séu sjálfbar samfélög í öðrum póstnúmerum heldur 105 og 101 og 107 til þess að fólk sé ekki á eilífri ferðalagi borgina til þess að leita sér að lágmarksþjónustu. Rétt áður við förum í pólitíkina síðustu mínúturnar og aðalfund sósíalista næsta laugardag. Eitt orð frá þér heilsu þeirra sem búa í leiguhúsnæði miðað við þá sem eiga sitt eigið húsnæði. Já, það eru til fjölmargar rannsóknir sem að athuga með andlega heilsu og svona, já, bara almennt andlega heilsu og sálarheil þeirra sem að búa við húsnæðisöryggi eða ekki. Og þá náttúrulega sko eru leigjendur, það alltaf hægt að sjá þýði leigjenda, eigenda af þeir sem búi í foreldrahúsum og þess áttar. Og það kemur í ljós, ég var að lesa nýlega bandaríska rannsókn sem var tekin eftir COVID
þar sem að vera aðtúa með sko hvernig væri sálarheill almennings í landinu eftir þessu ósköp, þessu lokun samfélagsins og einangrun og þess háttar. En þá kemur í ljós að þeir sem að búa við húsnæðisöryggi á leigumarkaði, þeir eru með sko rúmlega heilmikið verri andlega heilsu og heilmikið fleiri hlutfallslega með mjög slæma andlega heilsu heldur en þeir sem búa í eigin húsnæði og jafnvel þeir sem búa í eigin húsnæði og eru ekki öruggir með slíkt vegna vanskil og þess háttar, þeim leigjendur líður líka miklu verra heldur en þeim og það líka til einn stærsta rannsókn sem hefur verið gerð að þessu leyti yfir sænsk rannsókn sem var gerð eftir bankahrunið sem að stóði yfir í 5 ár og fylgdi eftir 12.000 einstaklingum og 5.000 manna svona varaúrtaki ef ég skildi rétt rannsóknina og þá kemur í ljós að þeir sem að búa við húsnæðisöryggi sem að gildir oftast leigjendur, sérstaklega leigjendur í Íslandi sem eru með hæstu flutningstíðni í Evrópu og hafa verið með frá því að mælingar á þessu fyrirbæri hófust. Lang hæstu. Það er meðaltölu 22 mánuðir meðal dvalartími leigjenda í leigu íbúð á Íslandi. Þá kemur í ljós að þeir sem búa við húsnæðis óöryggi, þeim er 4-falt líklegri til þess að falla fyrir eigin hendur en aðrir. Já. Það eru að tala þetta stórkostlega hættulegt lýðheilsu vandamál sem að stjórnvöld ekki bara vanrækja, heldur ýkja með ákvörðunum sínum framkvæmd og framvindu. Ég myndi segja bara örsnögt, sko, markaðsvæðing húsnæðis er vandamálið og við þurfum félagslega lausnir við því vandamáli. Einmitt. Lítum þó aðeins til framtíðar, pólitískt. Sko, það er fundur, aðalfundur sósíalista þing á laugardaginn. Já. Og þú ætlar að bjóða þig fram til framkvæmdanefndar? Nei, kosningastjórnar, Sósíalistaflokks Íslands og til að leiða flokkinn og hreyfinguna pólitískt áfram. Já. Staðan er þetta bara í samfélaginu og hún er þannig að svarið við vandanum er sósíalismi og ég tel mjög mikilvægt að við einmitt náum árangri fyrir fólkið í landinu sem að treystir á okkur því að einmitt eins og ég segi við þurfum félagslegar lausnir við þessum vanda sem er í dag sem er að rústa okkur sem samfélagi og já, ég bara hlakka til aðalfundarins, hlakka til að sjá félag, hvet alla félaga til þess að mæta við þurfum sósíalisma. Já, eigirðu einhverja von það að breiðfylking vinstrimanna verði undir hatti sósíalista með þeim hætti til dæmis að fólk sem áður kaus vinstri græn komið til ykkar eða hvernig sérðu fyrir þeir svona vaxtar möguleika sósíalista? Ég held að sósíalistar hafa alveg tækifæri núna til þess að svona dálítið tala inn í þetta tómarúm og svona vera þessi rödd sem að leiðir í rauninni þessar áherslur áfram og það er alveg tækifæri að við bara erum einbeitt á það sem að skipti máli en auðvitað bara þarf þessi umræða að fara fram á meðal félaga varðandi bara þú veist hvernig við viljum haga næstu skrefum og við minna á sveitarstjórnarkosningar eftir minna en ár og þar hefur ýmislegt verið nefnt einmitt ef að leita til þeirra sem voru í VG eða ef við bara minna á að sósíalistaflokkurinn er fyrir öll þau sem að vilja berjast gegn óréttlætinu og það sem sameinar okkur og öll séu velkomin til að starfa undir þeim merkjum því það eru þetta markmið okkar að berjast gegn óréttlætinu og svona einblína það sem að sameinar fólki í landinu. Hafa deilurnar undanfarið skaðastarfsemina? Það eru þetta ekki beint jákvætt þegar þetta fer fram í fjölmiðlum en ég vil svona einblína á bara hvernig við getum haldið áfram að vinna og hvernig getum haldið áfram að vinna fyrir fólkið í landinu og fyrir samfélagið og bara, já. Nú var það Gunnar Smári sem stofnaði sósíalistaflokkinn, er ekki rétt hjá mér? Ég var líka eitt stofnfélagi og fleiri. Við vorum stofnfélagar flokksins, þetta er alveg hópur eins og í öllu, það er engin ein manneskja sem að gerir allt einn. En hann er svo sagt komin, hann rennur út á tíma samkvæmt einhverju lögum er það ekki? Við erum með það þannig að það er ekki hægt að vera meira en 8 ár sem sagt formaður stjórnar. Já, og er þá þitt kepli að taka við? Ég er að bjóða mig fram til kosningastjórnar en ekki framkvæmdastjórnar, það er önnur stjórn. Já. Sérðu einhvern fyrir þér sem geti tekið við af embætti Gunnar Smára? Já, bara fullt af öflugu fólki. Já, einmitt.
Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel Laugardaginn. Þetta verður spennandi. Mér er fundist pínulegilegt að svona fylgjast með þessum deilum. En Guðmundur Hrafn, sko þú ætlar sjálfur að bjóði þig fram til trúnaðarstarfa, verður það ekki á Laugardaginn? Jó, ég ætla að gera það svona í fyrsta skipti sem að ég býð mig fram í trúnaðarstörf fyrir flokkin. Ég var oddviti í Norðvesturkjördæmi fyrir síðustu alþingiskosningar. Ég og hef alltaf litið á mig sem aktivista og ég hef alltaf verið sósíalisti og starfað með ungum sósíalistum meira að segja miðjan 10. áratuginn. Svo voru mjög öflug og mikil hreyfing á þeim tíma og ég er svo sammála Sönnu, það er svo mikilvægt að sósíalismin sé minnstakosti með sterka viðveru í samfélaginu vegna þess að sósíalista talar mjög oft og kannski eina stjórnmálafólki sem talar pólitík, talar sín og stefnu og það er því miður orðið þannig að mikið ungu fólki það svona kannast ekki við þetta tala hugmyndafræði og stefnu og framtíð heldur henni bara eitthvað svona viðbrögð við vanda dagsins sko. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að sósíaldaflokkurinn verði mjög með mikla nærveru bara í íslensku samfélagsumræðu og ég held að flestir Íslendingar það slá í þeim sósíalist hjarta vegna þess að þetta snýst manngildi og réttlæti vegna þess að við viljum öll búa í samfélagi réttlætis og ég hef nú oft sagt að svona 95% af öllu fólki ef það líknir aftur augunum og sér fyrir sér fyrirmyndarsamfélagi sem þar myndi vilja búa að þar sjá flesti fyrir sér sósíalist samfélag. En af þessu nótum sko þá hef ég verið hluti af sósíalistaflokknum alveg frá upphafi og ég var hluti af þessum hópi sem að hittist svona í heilt ár áður en að flokkurum var stofnaður. Ég hef svo ekki starfað mikið innan flokksins, ég hef verið aktivisti á alls konar vettvangi fyrir hverfi sem ég bjó í, fyrir náttúruvernd og fyrir leigjendur og fyrir sjálfsákvörðunarrétti smáþjóða og ég hef alltaf álitið mig sem aktivista. Og mér fundist mikilvægt að séu til góðir aktivistar og stundum mér fundist leiðilegt að sjá góða aktivista farin á alþingi og hverfa þar undir svona hálfgeitt svona eitthvað flokksparkett og svo heyrist það sést lítið til þeirra meira. En ég ætla hins vegar að starfa með flokknum og ég ætla að gefa kosta á því að vera í svokallari baráttustjórn. þar sem að við ætlum að reyna að finna leiði til þess að efla hagsmunabaráttu almennings þarna úti. Vegna þess að Sósíalistaflokkurinn var stofnaður með það sem eitt af helstu markmiðum sínum, að það er að efla og stuðla að hagsmunabaráttu almennings fyrir hagsmunum sínum. Og þetta hefur svolítið minnkað undanfarin áratug og við sjáum mörg samtök til dæmis eins og félag einstæðra foreldra sem voru gríðarsterk hérna fyrir svona 20 ára síðan. Og mörg svona samtök sem að gátu barist fyrir hagsmunum sínum og við þurfum meira svona. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta gengur hjá ykkur. Ég óska ykkur hamingju og velfarnaðar og Sanna, þú hefur náð því langt skeið að vera vali eða kjörinn sá borgarfulltrúi sem að flestum líkar vel við og það verður gaman að sjá hvernig það nýtist þér inn í þessari framtíð. En kærar þakkir fyrir spjallið húsnæðismálin og núna í lokin rétt pólitíska framtíð og spennandi tímamót. Við höldum áfram hér með rauðaborðið eftir andartak, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.